Íslendingur á þrítugsaldri lést í fallhlífastökki í Danmörku í dag. Maðurinn var á námskeiði og stökk í fyrsta skipti einn. Mörg vitni urðu að slysinu. Maður sem hóf skothríð á galakvöldverði fréttamanna Hvíta hússins í gær ætlaði að skjóta Bandaríkjaforseta og aðra embættismenn. Dósent í stjórnmálafræði segir ólíklegt að tilræðið hafi langtíma áhrif á stöðu forsetans. 40 ár eru liðin frá versta kjarnorkuslysi sögunnar þegar kjarnaofn í Tjernobyl kjarnorkuverinu sprakk. Gríðarlegt magn geislavirkra efna barst út í andrúmsloftið og olli miklu manntjóni. 100 plokkara á öllum aldri týndu rusl í dag á stóra plokkdeginum. Rusl hefur víða safnast upp og það er á allra færi að taka til hendinni, segja plokkarar. Duglegur eftir. Wow, flott. Gott kvöld. 24 ára íslenskur karlmaður lést í fallhlífastökki í Óðinsvéum í Danmörku í dag. Slysið varð rétt fyrir hádegi að staðartíma. Maðurinn hafði nýlokið fallhlífastökksnámskeiði og var í sínu fyrsta stökki einn. Lögreglan rannsakar tildrög slysins en margir urðu vitni að því. Slysið er á borði borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins sem veitir ekki frekari upplýsingar. Kirkjur í nágrenni við slysstað tendra ljós til minningar hinn látna í kvöld. Det er jo en mindre sport i Danmark, så er det jo også folk, der kender hinanden, og når sådan noget sker, bliver man jo utroligt påvirket. Selvom man ikke kender den pågældende, så er det jo noget, som vi for alt i verden vil undgå. Vi gør utrolig meget ud af sikkerhed på alle ledere og kanter. Så sådan noget sker, så skal vi også have belyst, hvad katten der er gået galt. Så det er vi meget berørt af. Og det er selvfølgelig dem, der er på stedet, dem der overvejede det. Folk fra den pågældende klub eller skole og vores instruktør, de bliver tilbudt psykologhjælp eller psykologisk krisehjælp, og de har været der i dag og taget hånd om alle dem, der har set det eller været omkring det. Og ja, tanker ud til dem. Jeg kan kun forestille mig, hvor tragisk det må være at få at vide, at sådan noget er sket for ens barn, ens pårørende. Så jeg har store tanker til dem. Det er meget trist. Bandaríkjaforseti og aðrir í ríkisstjórnans voru líklega skotmark mann sem hóf skothríð á kvöldverði samtaka blaðamanna í Hvíta húsinu í gærkvöld. Ýmsir þjóðarleiðtogar hafa fordæmt árásina í dag. There was a lot of action taking place up there very quickly. But again, the response time was really incredible. And we're going to reschedule. We're going to do it again. We're not going to let anybody take over our society. We're not going to cancel things out because we can't do that. We wanted to stay tonight. I will tell you, I fought like hell to stay. But it was protocol. Árásarmaðurinn heitir Cole Thomas Allen og er 31 árs frá Torrance í Kaliforníu. Hann ferðaðist til höfuðborgarinnar Washington og gisti á Hilton hótelinu þar sem kvöldverðurinn fór fram. Allen komst vopnaður haglabyssu og fleiri vopnum fram hjá öryggisvörðum og skaut á einn úr lífvarðasveit forsetans. Sá var í öryggisvesti. Allen var handtekinn og verður meðal annars ákærður fyrir að ráðast á alríkislögreglumann, hleypa af skotvopni og tilraun til að drepa alríkislögreglumann. But it does appear that he did in fact have set out to target folks that work in the administration, likely including the president. Is the suspect cooperating with investigators? I don't think he's cooperating with investigators. I want to be careful the way I talk around that, but no, it's not. At this point, we do not have somebody who's cooperating. Trump fullyrti í símaviðtali á sjónvarpsstöðinni Fox í dag að árásinn hefði snúist trúarbrögð og að Allen væri á móti kristinni trú. Lögregluyfirvöld hafa sagt að Allen hafi skrifað stefnuyfirlýsingu niður á blað sem hann skildi eftir á hótelherbergi sínu. Þar hafi komið fram að embættismenn voru skotmarkið. Ýmsir þjóðarleiðtogar hafa fordæmt árásina í dag. Spurningar hafa vaknað öryggisgæslu á hótelinu og hvernig hann komst þungvopnaður nánast inn í salinn þar sem kvöldverðurinn var haldinn. Og dósent í stjórnmálafræði segir ólíklegt að tilræðið hafi langtíma áhrif á stöðu Bandaríkjaforseta, vinsældir eða fylgi.
þó kunni það að kynda undir samsæriskenningum. Þetta í þriðja skipti sem hefur verið gert tilræði gegn Trump, bæði þegar hann var í kosningabaráttunni og svo eftir hann varð forseti. Hin tvö kannski höfðu ekki mikil áhrif, þá var aðeins í fyrsta tilræðinu sem vinsældir hans jókust í kosningabaráttunni, einhverja örfáa daga svo mælanlegt væri, en kannski erfitt að segja hvort það var út af þessu eða einhverju öðru sem var í gangi. Þannig að kannski þetta verður í fréttu núna einhverja daga og mögulegt að þetta hafi einhverju áhrif sérstaklega á hans stuðningsmenn, að þeir fara styrkjast enn frekar í stuðningi sínum við hann, en það er erfiðara að sjá að þetta sé að fara að hafa einhver stórvægileg langtíma áhrif á Bandaríkin eða almennar vinsældir Bandaríkjaforseta. Mestu áhrifin verði á samsæriskenningasmiði. Stuðningsmenn Trumps munu væntanlega sjá þetta sem enn eitt tilræði gegn honum, tilraun til þess að koma honum frá sem að reyna að umbreyta Bandaríkjunum á góðan hátt og verða þá ennþá einarlegri í afstöðu sinni gagnvart honum. Og sama á vinstri vægnum, að þar munu væntanlega koma, og ég held að maður sé nú þegar farin að sjá yfirlýsingar hvort að þetta var nú kannski bara hann sjálfur sem skipulaði þetta til þess að reyna að styðja við vinsældir sínar eða eitthvað slíkt, og yfirlýsingar eins og þetta með Hvíta húsið kannski draga ekki beint úr svoleiðis hugmyndum, ýta frekar undir þær, þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við eigum eftir að sjá töluvert af núna í framtíðinni. 40 ár í dag frá kjarnorkuslysinu í Tjernóbíl-verinu í Úkraínu. Slysið er versta kjarnorkuslys sögunnar. Talið er að kjarnorkuslysið hafi kostað að minnstakosti 4.000 mannslíf, en dauði allt að 100.000 gæti verið rakin beint eða óbeint til þess. Mörg 100.000 komu að hreinsunarstarfi og urðu fyrir mikilli geislun. 31 lést úr bráðri geislaveiki. Stórt landsvæði bæði í Úkraínu og Belarús er óbyggilegt vegna geislavirkni. Ekki er talið að óhætt verða að búa þar næstu 24.000 árin. Rétt eftir miðnætti aðfaranótt 27. apríl 1986 sprakk kjarnaofn 4 í kjarnorkuverinu. Mikill eldur braust út. Minningarathafnir voru haldnar bæði í Úkraínu og Rússlandi í dag. Úkraína var á þessum tíma hluti af Sovétríkjunum. Случился первый взрыв, потом через время второй, ничего не видно, Stóni моего товарища, больно. Mannleg mistök við öryggisprófun urðu til þess að kjarnaofnin sprakk og gífurlegt magn geislavirkra efna barst út í andrúmsloftið og lagðist yfir nær alla Evrópu. Eldurinn logaði í kjarnaofninum í 10 daga. Нет, защиты у меня такой специальной не было, но у меня только были сапоги хромовые и плащ. За это нам никто ничего не рассказывал, за реактивные. Когда я ехал уже на пожар, над нами висела такая черная туча. Sovvésk yfirvöld gerðu í fyrstu lítið úr slysinu, en þegar geislun fór að mælast í nágrannalöndunum varð ljóst að stórslys hafði orðið. Потому что на них одевалась защита весом 30 килограмм. Это что входило? Из свинца эти латы, значит, плавки из свинца, бахилы из свинца, и они месяц целый дезактивировали. Árið 2016 var tekin í notkun hreyfanleg hlíf sem byggð var yfir rústir kjarnorkuversins til að koma í veg fyrir frekari geislun og mengun. Eftir allsherjar innrás Rússa í Úkraínu jukust áhyggjur fólks af öryggismálum í kringum kjarnorkuverið. Í febrúar fyrir ári síðan lenti sprengjudróni á hlífinni og skemmdi hana. Íslenska gámafélagið ætlar að flytja sorp beint frá Akureyri til Danmerkur þar sem það verður nýtt til að framleiða orku. Þetta er nýjung fyrir Norrlendinga og framfaraskref að mati sviðsstjóra umhverfis- og orkustofnunar. Hingað til hefur verið þannig að allur almennur úrgangur fluttur héðan frá Akureyri og inn á Sölvbakka þar sem hann er urðaður. Og þessi urðun náttúrulega fer afskaplega í okkar fínustu og margra. Þetta er ekki svona umhverfislega þetta er sóðaskapur bara í rauninni, er ekkert annað. Þannig að við erum að setja upp aðstöðu hér til þess að taka þennan úrgang, meðhöndla hann aðeins og pakka hann saman og flytja hann til Danmerkur þar sem hann verður settur í orkunýtingu. Íslenska gámafélagið hóf starfsemi af fullum krafti á Akureyri í upphafi mánaðarins. Sorpflutningurinn sem þeir stefna að hefur ekki verið í boði á Akureyri. Það minnkar líka náttúrulega flutninga og díselnotkun við að flytja hér rusl frá Eyjafjarðarsvæðinu yfir í Blönduós. Gott, þannig að þetta er örlítið skárra.
Gámafélagið segir einnig að kolefnisspor þeirra í skipaflutningum sé afskaplega takmarkað. En það gleymist ofta að skipin sem er verið að nota og gámarnir sem verið að nota fóru áður tómir út. Þannig að hér er afskaplega lítið kolefnisspor í flutningum. Sorpið er mælt í 1000 tonna og á að nýta til þess að búa til rafmagn í Árósum. Hér er kannski áætlað að verði 7000 tonn, 10-15% á næstu 2-3 árum. Og það er umtalsvert magn, það eru fleiri hundruð skipagámar sem fara héðan, sem áður voru þá urðaðir. Skrefið er framför fyrir Norrlendinga en hægt er að gera enn betur. Raun og veru eiga allar okkar aðgerðir að snúast að því að þessi flokkur sem við köllum almennt rusl eða sem sagt bara óflokkað rusl, að hann á að vera sem allra minnstur og við höfum alveg burði til þess að raun og veru minnka það miklu meira. Við höldum okkur í ruslinu. Það er víða komin tími á vorhreingerningu og margir létu hendur standa fram úr ermum í dag á stóra plokkdeginum. Plokkur blöskraði magn nikótínpúða og rafrætta. Íbúar í Mosfellsdal riðu á vaðið í gær með kápu og frakkagöngu til að minna á plokkdaginn. Nýstofnaður söngflokkur gaf út baráttusöng af því tilefni. Ef allir hýrt upp eftir sig allt þetta rusl og drasl, þá væri þetta vor á tak, svo miklu minna bast. Íbúar í Vesturbænum plokkuðu sitt nærumhverfi í allan dag. Ganginnar á lók! Plokkdagurinn var formlega settur í Garðabænum þar sem fjölmenni var mætt til að plokka. Hvernig settur ruslapoki út glugga á ferð? Já, maður kallar þetta smá hugsjón, sko. Að, þú veist, þetta er svo lítið mál. Einn poki og fer út að labba. Þú tekur eitt svona poka, það hjálpar bara til. Plokkurinn blöskraði það magn af nikótínpúðum, tómum munntóbaksdósum og rafrettum sem komu í pókana þeirra. Ef þú ferð í svona það sem mikið er á ungu fólki þá er svolítið því miður mikið af nikótínpúðum sem eru þetta bara ógift. Ég er búin að vera að vinna þetta verkefni núna í 5 ár, samstarf Rótari og ráðuneytis og Landsvirkjunar og þetta er 9. árið heldur sem stóri plokkdagurinn er og við sjáum hverju einasta ári bara fjölga bara alveg. Eini útbúnaðurinn sem þarf í plokkið er glær plastpoki og klæðnaður eftir veðri. Þetta er svo einfalt. Að bara hugsa náttúruna að því að Ísland er með þessa ímynd, hreint og fallegt og við þurfum bara að taka þátt í því saman að halda því. Og svo er það náttúrulega líka, menn geta haft alla skoðanir og sjálfsagt náttúrumálum og hvernig best að gera, en það geta allir verið saman því þetta er sér gott mál. Það er bara, þú getur ekki eins og rifist að það sé betra að tína drasl eftir okkur heldur en að láta það liggja, sko. Því þetta endar bara út í sjó ef við gerum þetta ekki. Þetta verður orðið svolítið þungt að vera að bera þetta, þannig að það er betra að ná í nýjan. Maður er ekki byrjaður þarna hinum megin, sko, það er svo mikið. Þú ert rosalega duglegur að plokka. Eigum við að koma að plokka meira? Já. Já, ok. Við skulum fórum að finna dót. Já. Já. Eigum við að taka þetta, sérðu? Ói, barista, sérðu? Þetta er drasl. Ætlar þú að taka þetta? Ok, gerum það svona. Og svona. Og við skulum taka þetta bara svona. Ups. Við skulum svona. Viltu setja í pokan? Hérna. Duglegur eftir. Wow, flottur. Alvöru menn. Ný slökkvistöð hefur verið opnuð á Laugavatni. 13 slökkviliðsmenn eru skráðir í slökkviliðið en starfsemin er hluti af brunavörnum Árnessýslu. Nýja slökkviliðsstöðin var formlega vígð og tekin í notkun í vikunni en hún er staðsett rétt fyrir utan þorpið, rétt við menntaskólana að Laugavatni. Í tilefni tímamótana buðu stjórnendur og slökkviliðsmenn brunavarna Árnessýslu, íbúum og gestum að skoða stöðina. Þetta bara gjörbreytir allri aðstöðu fyrir slökkviliðsmenn okkar og vonandi bara koma fleirir inn í þetta og þetta efli starfir og eykur viðbragðið. Til hamingju öll með þennan áfanga og svo eru svona áfangar sem mun nú verða hérna á næstu misserum. Það er verið að byggja núna stöð á Flúðum og það er svona að fara að huga stöð í Þorlákshöfn og það er verið að kaupa bíla hér og þar. Það kom svo í hlut sér að Kristínar Þórunar sóknarprests í Skálholti að blessa nýju slökkviliðsstöðina. Og Guð blessi þetta hús, útgöngu okkar og inngöngu nú í dag og áfram. Amen. Og varðstjórinn hér á Laugavatni, hann er alsæll með nýju slökkvistöðina.
Þetta bara stór glæsilegasta hús sem að Brunavarnir Árnessýslu byggðu, mikil lyftistöng fyrir Laugarvatn, mikil breyting frá gömlu stöðinni sem að var í kjallaranum hérna á gamla pósthúsinu. Hvað er þetta margir slökkviliðsmenn sem mun vinna hér? Herðu, við erum 13 í augnablikinu og 3 sem eru að gangi í gegnum nýliðanámið og eru að koma inn með sumrinu. Og nú er það sinueldar sem Eyjólfur Óli hefur mestar áhyggjur af eins og eflaust allir aðrir slökkviliðsmenn landsins. Jú, nú fer þessi varasemi tími að gangi í garð það sem að við viljum endilega árétta að fólk passi sig hvernig það fer með eldinn og umhverfið í kring því að það er allt bara, umhverfið er eins og búðutunna núna. Og hér var að berast ný frétt. Þyrla Landhelgisgæslunnar, björgunarsveitir og straumvatnsbjörgunarhópar frá höfuðborgarsvæðinu voru kölluð út að Háafossi á Suðurlandi á efsta forgangi nú fyrir stundu vegna einstaklings sem sást niðri í gilinu. Lögreglan veitir ekki frekari upplýsingar að svo stöddu en við greinum nánar frá þessu á vefnum okkar rúv.is. Efnilegustu knapar landsins fylltu nýja reiðhöll Sörla í Hafnarfirði í dag og sýndu listir sínar á sýningunni Æskan og hesturinn. Sýningin hefur verið haldin árlega í yfir 20 ár. Þar sýna yngstu hestamenn allra hestamannafélaga á höfuðborgarsvæðinu afrakstur vetrarstarfsins. Ýmsar kynjaverur mátti sjá í reiðhöllinni, prinsessur, vampírur og ofurhetjur, svo eitthvað sé nefnt. Glaðir og góðir, við erum glófarsar menn, fetum ótrúnar slóðir og verðum víðfrægir senn. Í okkar einkennisbúning sem allir virða og dá, enginn stenst okkur snúning, en förum við á stjá, komum ríðan. Skulum við sjá hvernig viðrar á hesta og menn næstu daga. Það sunnan 8 til 15 metrar á sekúndu og rigning á morgun, en styttir að mestu upp síðdegis á norðaustur og austurlandi. Hvessir frekar annað kvöld á norðvesturlandi, hiti 6 til 13 stig að deginu. Nánar horfurnar að loknum íþróttum. KA er Íslandsmeistari í blaki karla eftir sigur á Þrótti í spennandi leik í dag. Þetta er annar Íslandsmeistaratitill KA í röð. Íslandsmóti í badminton fór fram helgina og í tvíliðaleik karla var met 2 góðsagna jafnað. Það var mikil dramatík í leik Stjörnunnar og Tindastóls í undanúrslitum bónusdeildar karla í körfubolta í gærkvöld. Og við kynnumst nýkrýndum Íslandsmeistara í áhaldafimleikum. Ágúst Ingi Davíðsson fléttar fimleikaæfingum og fasteignasölu saman. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Íslendingur á 30-aldri lést í fallhlífastökki í Danmörku í dag. Maðurinn var á námskeiði og stökk í fyrsta skipti einn. Mörg vitni urðu að slysin. Maður sem hóf skothríð á galakvöldverði fréttamanna Hvíta hússins í gær ætlaði að skjóta Bandaríkjaforseta og aðra embættismenn. Dósent í stjórnmálafræði segir ólíklegt að tilræðið hafi langtíma áhrif á stöðu forsetans. 40 ár eru liðin frá versta kjarnorkuslysi sögunnar þegar kjarnaofn í Tjernobyl kjarnorkuverinu sprakk. Gríðarlegt magn geislavirkra efna barst út í andrúmsloftið og olli miklu manntjóni. 100 plokkar á öllum aldri tínd upp rusl í dag á stóra plokkdeginum. Rusl hefur víða safnast upp og það er á allra færi að taka til hendinni, segja plokkarar. Duglegur eftir. Wow, flott. Fréttatíminn er á enda, við verðum næst á ferðinni í útvarpinu klukkan 10. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina og kveðjum ykkur með myndum af glæsilegum heimshornaflakkara sem spókaði sig á tjörninni í Hafnarfirði á dögunum. Mandarínöndin er ættuð frá Austur-Asíu en hefur numið landa á Bretlandseyjum og flækist annars slagið hingað norður í Ballarhaf. Bragi Valgeirsson festi spjátrungin á filmu. Verið sæl.